Kæru útskriftarnemendur, rektor, starfsmenn Landbúnaðarháskóla Íslands og aðrir góðir gestir. Fyrir hönd Landbúnaðarháskólans býð ykkur hjartanlega velkomin á brautskráningu hér í Hjálmakletti á þessum mikla gleðidegi. Ég heiti Guðmunda Smáradóttir og mannauðs- og gæðastjóri Landbúnaðarháskóla Íslands og mér er það mikill heiður að fá að stýra þessari athöfn hér í dag. Að setja sér markmið og ná þeim ávallt sigur og hér í dag hafa margir sigrar verið unnir. Þegar Landbúnaðarháskólinn útskrifar samtals 86 nemendur sem hafa lagt á sig mikla vinnu undanfarin misseri. Auk þess útskrifaði skólinn 17 nemendur úr landgræðsluskólanum fyrr á starfsárinu og þá útskrifuðust 83 nemendur úr reiðmanninum 1 og 2 hjá endurmenntun skólans. Við hefjum dagskrána með brautskráningaræðu Ragnheiðar Ingu Þórarinsdóttur, rektors Landbúnaðarháskóla Íslands. Gjörðu svo vel, Ragnheiður. Takk Guðmunda. Kæru kandidatar, búfræðingar, garðyrkjufræðingar, aðstandendur, starfsfólk og aðrir góðir gestir. Velkomin á brautskráningarhátíð Landbúnaðarháskóla Íslands. Kæru kandidatar, búfræðingar og garðyrkjufræðingar, innilega til hamingju með daginn ykkar í dag og þann merkis áfanga að ljúka formlegu námi. Í austrænni speki má finna ýmis heilræði. Ein þeirra segja að búa við sálarfrið mesta hamingjan. Þá oft vitnað í speki Konfúsíusar sem fjallar siðferði, félagsleg samskipti, réttlæti, góðvild og einlægni. Konfúsíus lagði áherslu á að sá sem helgar líf sitt lærdómi vís til að lifa hamingjusömu lífi. Sá sem heyrir sannleikann að morgni getur dáið sæll að kveldi. Hann dregur fram mikilvægi þess að læra af reynslu þeirra sem eldri eru, en staðna þó ekki, heldur þróa verkefnin áfram. Bókin veginn sem lýsir speki Lao Tse býr einnig yfir margvíslegum heilræðum fyrir lífið og þar segir meðal annars: sá hygginn sem þekkir aðra, en hinn vitur sem þekkir sjálfan sig. Allt snýst þetta í raun að afla sér sífellt nýrrar þekkingar og finna leið gott jafnvægi í lífinu. En það þarf kannski ekki að leita í austræna speki til að finna allar þessar upplýsingar. Þetta má bara kalla common sense. Og þá allir hamingjusamir og í góðu jafnvægi alla daga. En lífið sveiflukennt. Við sveiflukennd. Við sem einstaklingar ólík og sveiflustöðullinn og sveiflutíðnin okkar mismunandi. Og það stöðug vinna í gegnum lífið að auka þekkingu okkar og leita jafnvægis til að sinna því mikilvægasta, hamingjunni. Það liggur auðvitað beinast við að vísa beint í hávamál þegar leitað að leiðbeiningum hvernig sé hollast og best að lifa lífi sínu. En þar segir meðal annars að sá sem hefur víða farið, leita sér þekkingar, veit hvernig skapi hann farinn og getur stýrt skapi sínu. Sá vitur og snjall. Sá veit víða ratar og hefur fjöld farið, hverju geði stýrir gumna hver, sá vitandi vits. En snúum okkur nú að starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands síðasta skólaár og hvernig okkur hefur gengið að nýta visku okkar til öflunar nýrrar þekkingar, þróa áfram verkefni okkar á sama tíma og jafnvæginu var viðhaldið með starfsánægju og lífshamingju í öndvegi. Eitt af stóru sameiginlegu verkefnum okkar á liðnu ári var gæðaúttekt sem var lokaskrefið í annarri lotu rammaáætlunar eflingu gæða í íslenskum háskólum. Gæðaráð íslenskra háskóla hefur umsjón með stofnunarúttektinni og skipar úttektarhóp
með reynslumiklum erlendum sérfræðingum og einum fulltrúa íslenskra stúdenta. Úttektin fór fram í byrjun nóvember síðastliðnum og byggði á viðtölum við nemendur, starfsfólk og hagaðila og sjálfsmatsskýrslu sem lýsir stöðumati á einstökum sviðum háskólans og hvernig unnið hefur verið að umbótum frá síðustu úttekt. Er skemmst frá því að segja að úttektin tókst afar vel. Nefndin var ánægð með móttökurnar, hreinskiptar og opnar umræður og þann árangur sem náðst hefur hjá Landbúnaðarháskólanum á undanförnum misserum. Lokaskýrslan sem kom út í apríl síðastliðnum var afar jákvæð í garð skólans og traust yfirlýsing gæði gráða og námsumhverfis. Áfram hefur verið unnið að umbótum í gæðastarfinu með uppfærslu reglna, stefnuskjala og verkferla og þróun gæðahandbókar. Vinna við stefnumótun og eflingu starfseminnar innan deilda og fyrir skólan í heild var áberandi á starfsárinu og hefur starfsemi Landbúnaðarháskólans verið að eflast á öllum sviðum sem lesa má úr lykiltölum skólans, svo sem nemendafjölda, fjölda doktorsnema, umfangi rannsóknarverkefna, útgefnum greinum og skýrslum og alþjóðlegu samstarfi. Deild skipulags og hönnunar tók þátt í öflugu alþjóðlegu starfi náttúrumiðaðar lausnir, alþjóðleg vinnustofa var haldin á Hvanneyri og skýrsla notkun hugtaksins og aðferðarinnar á Íslandi gefin út. Deild náttúru og skógar vann að undirbúningi nýrrar alþjóðlegrar meistaranámsbrautar í endurheimtafræðum sem verður boðin í fyrsta sinn haustið 2023. Jarðræktahópur deildar ræktunar og fæðu var áberandi á árinu og voru sérfræðingar skólans fengnir til að taka saman skýrslu fyrir matvælaráðherra mögulegan ávinning að aukinni kornrækt á Íslandi. Hérlendis. Mikill stuðningur við verkefni frá stjórnvöldum, bændum og öðrum hagaðilum og er það eitt af áherslumálum í nýrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Lögð áhersla á mikilvægi þess að ný jarðræktarmiðstöð rísi sem fyrst til að styðja við uppbygginguna. Ylrækt er annað svið sem á sér mikla vaxtarmöguleika. Gerðar voru tilraunir með tómataræktun með áherslu á að bæta gæði og uppskeru og hugað var að framtíða tækifærum Íslands meðal annars með ráðstefnu á Selfossi og fundum með garðyrkjubændum með aðkomu erlendra samstarfsaðila skólans. Mælingar á metanlosun frá iðragerjun nautgripa voru gerðar í Hvanneyjarbúinu og síðan var búnaður færður á annað bú til samanburðar mælinga. Markmið verkefnisins er að rannsaka metanlosun íslenskra mjólkurbúa, ná traustum grunngildum og rannsaka í framhaldinu hvort minnka megi losun frá mjólkurdýrum með breyttri fóðrun. Endurmenntun hefur verið í fyrirmyndarekstri, bæði faglega og fjárhagslega. Ýmis framfaraskref hafa verið tekin í þróun náms og námsframboðs og voru 80 námskeið haldin hringinn í kringum landið. Rauðmaðurinn er einingabært nám á framhaldsskólastigi sem nýtur vaxandi vinsælda hjá endurmenntun. Í vetur voru haldin námskeið á 3 námsbrautum í rauðmanninum á 11 stöðum á landinu og voru tæplega 150 nemendur sem luku námi. Hátt í 200 manns hafa skráð sig í rauðmannin næsta haust. Landbúnaðarháskólinn er aðili að 9 verkefnum sem hlutu styrk úr samstarfssjóði háskólanna í janúar síðastliðnum. Þar af leiðum við 2 þeirra framleiðslu nýrra próteina og þverfaglegt nám í skipulagsfræði. 2 verkefni eru leidd af Háskólanum á Hólum íslenska hestinn og fiskeldi og loks eru 5 verkefni leidd af Háskóla Íslands aukna þjónustu við nemendur, rannsóknainnviði, meistaranám og skráningu rannsóknargagna. Í nóvember fór sendinefnd til Singapúr og vegum Háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Hópurinn heimsótti þar háskólastofnanir en mikil gróska og nýsköpun hefur einkennt Singapúr á undanförnum árum, enda hefur miklum fjármunum verið varið þar til uppbyggingar rannsóknainnviða hjá háskólanum og alþjóðlega þekktir sérfræðingar fengnir til starfa. Háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra hefur lagt sig fram að bæta fjármögnun íslenskra háskóla til að ná megi betri árangri á alþjóðavísu. Ferðin til Singapúr var í góðu samræmi við vísindaferð Landbúnaðarháskólans til Wageningen-háskólans í Hollandi í október. Það sem mjög vel var tekið á móti okkur. Wageningen-háskólinn er einn fremsti landbúnaðarháskólinn í heiminum og samstarf við þá er því mikils virði fyrir Landbúnaðarháskóla Íslands.
Alþjóðlegt samstarf hefur kannski aldrei verið meira. Áhugi erlendra nemenda er sífellt að aukast og þarf að stækka nemendagarða til að taka á móti fleiri nemendum. Þá fjölgar nemendum einnig í Landgræðsluskólanum en þeir búa í Reykjavík og stunda námið að mestu á Keldnaholti. Í ágúst var tilkynnt úthlutun til Unigreen háskólanetsins sem er samstarf 8 evrópskra háskóla á sviði landbúnaðar, líftækni og lífvísinda. Samstarfsaðilar okkar þar koma frá Spáni, Pólandi, Ítalíu, Frakklandi, Belgíu, Portúgal og Búlgaríu. Markmiðið er að efla samstarf rannsóknir, nýsköpun og menntun og bæta miðlun þekkingar á þessum lykilsviðum. Starfsmenn Landbúnaðarháskólans eru virkir í samstarfi U-Arctic á nokkrum sviðum. Þá hefur verið að tengja samstarfsneti Evrópskra lífvísindaháskóla sterkum böndum með virkri þátttöku í verkefnum á þeirra vegum. Norrænt samstarf doktorsnámskeið NOVA er að eflast á ný og tekur Ísland við formennsku og umsjón af Svíum á fundi sem haldinn verður á Hvanneyri í næstu viku. Það lýsir kannski vel metnaði alþjóðaskrifstofunnar okkar að taka slíkt verkefni að sér. NOVA samstarfsnetið teygir sig síðan til baltnesku landanna í gegnum systurnetið BOVA. Nýsköpunar- og þróunarsetur á Vesturlandi, Leiknir, er komið í fullan rekstur. Í nóvember tók nýtt framkvæmdastjórn til starfa og nú á vormánuðum bættist umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið í hóp samstarfsaðila. Önnur nýsköpunarverkefni efldust á árinu. Orkídea á Suðurlandi hefur unnið að fjölmörgum verkefnum, meðal annars tengd iðngörðum á Suðurlandi og á árinu voru undirritaðar 2 viljayfirlýsingar stofnun grænna iðngarða, annars vegar í Bláskógabyggð og hins vegar í Rangárþingi ytra. Það var mikil uppbygging í Ölfusi og hjá Ölfus Cluster þekkingarsetri sérlega í kringum nýjar fiskeldisstöðvar á landi. Nývest, nýsköpunarnet Vesturlands, var stofnað á síðasta ári sem og samtök þörungafélaga á Íslandi og Landbúnaðarháskóli Íslands er virkur aðili með fulltrúa í stjórn í öllum þessum samstarfsnetum. Loks vil ég nefna hið mikla og góða kynningarstarf sem unnið er að í skólanum sem skiptir okkur öllu máli til að auka sýnileikann á starfi skólans. Þar munum við halda áfram og gera stöð betur með nýjum hugmyndum, áræðni og krafti og biðlum til ykkar allra að aðstoða okkur í þessu mikilvæga verkefni. Við vitum að það eru gríðarleg sóknarfæri í íslensku landbúnaði og þurfum að sameina kraft okkar með skýrri framtíðarsýn og aðgerðaáætlun til lengri tíma. Jæja, kæru kandidatar, búfræðingar og garðyrkjufræðingar. Ég ljúki í dag ákveðnum áfanga þar sem staðfest er námslok með formlegum hætti og við samfélagum ykkur innilega. Sum ykkar hafa örugglega ákveðið nú þegar hver næstu skref verða, meðan aðrir standa á krossgötum og stórar ákvarðanir framundan. Öll eigið þið það þó sameiginlegt að lærdómurinn heldur áfram. Hjá sumum í fleiri formlegum námsráðum en hjá öllum í lífinu sjálfu. Við vitum aldrei með fullkominni vissu hvað bíður okkar handan við næsta horn og erum sífellt að fást við nýjar áskoranir. Hefðbundinn landbúnaður er að taka stakkarskiptum með nýrri tækni, aukinni sjálfvirkni og nýjum kröfum er snúa að umhverfis- og loftslagsmálum. Njótið lífsins. Grípið tækifærin sem gefast. Þróið málin áfram. Forðist ekki breytingar og forðist ekki gagnrýni. Haldið sjónarmiðum ykkar á lofti og haldið ótrúð áfram með þau verkefni sem þið hafið sjálf trú á. Tækifærin eru óteljandi og ef valkvíði er að valda ykkur heilabrotum er líklega best að velja þá leið sem veitir manni mestu hamingjuna hverju sinni. Leið og kröfur eru settar þarf einnig að hafa umburðarlyndi að vopni og þá ekki síst gagnvart sjálfum sér. En muna jafnframt að það er ávallt einfaldast að breyta sjálfum sér. Í Vísnum manni eftir Vilhjálm Vilhjálmsson segir: Upp
Upprennur aftur nýr, ægifagur, dagur skýr, ef samtaka við erum öll, forðumst læti og frekju köll, leggjumst öll á eitt, óánægju dagsins getum breytt. Eins og stóra bókin ber, að best þeim sem hjálpa sér, það eina svarið að ætla að breyta sér. Vandi að velja úr vegum áttum regn og skúr, en ef þið sýnir landsins líf, ljóð ykkar og hugarsmíð, hugsjónir hetju dáð, þið hegðið ykkur eins og til var sáð. Þið engan þurfið ofurmann, hann inni býr í brjósins rann. Að einum brunni ber að breyta verður sér. Upprennur annar dagur og ykkar eigin samviska. Kæru kandídatar, búfræðingar og garðyrkjufræðingar, bestu hamingjuskir með áfangan, megi ykkur farnast vel í öllum þeim verkefnum sem eru framundan og kæra þakkir fyrir samveruna. Þá vil ég bjóða á svið borgfirðinginn Soffíu Björgu Óðinsdóttur. Hún ætlar að syngja sitt eigin lag og texta Þeir vaka yfir þér. Og svo Soffía. Komið sæl, innilega til henni með daginn ykkar. Ég langar bara að koma hérna til ykkar kveðju sveitinni úr Einarsnesi. Þegar ég kvaddi mömmu, ég bý sko Einarsnesi og það sagði hann, já, gangi það vel og syngdu svo blessu börnin inn í framtíðina. Og ég fannst þetta bara mjög fallegt. Það sagði mín móðir, hún sagði mér frá. Englarnir þínir eru þér hjá. Vantrúuð var ég og vissi ei meir. Að verndar hendi héldu þeir. Veistu það stúlka, þú ert ekki ein. Hulinn heimur læknar öll mein. Myrkrið það hopar og hörfar þér frá. Ef englana þína kallar þú á. Því þeir vaka yfir þér. Þeir vakir enginn sér. Því þeir vaka yfir þér. Þeir vakir enginn sér. Kvöld eitt ég kallaði englana á. Því kvíðinn hann vildi ekki fara mér frá.
Kærar þakkir, Sofía. Við fáum aðeins að heyra meira af henni hér á eftir. Heyri, þá bara komið að málum málana. Stóru stundinni, brautskráningunni sjálfri. Og við byrjum á afhendingu skírteina og verðlauna úr starfsmenntanámi og vil ég bjóða Helga Eilifi Þorvaldssyni og Ragnheiði rektori að koma hingað upp á svið. Gjörið svo vel. Kæru nemendur, til hamingju með daginn. Nám í landbúnaðarfræðum hefur líklega aldrei verið mikilvægara og áhugaverðara heldur en akkúrat nú, þegar fólksfjölgun í heiminum í veldisvexti en auðlindir þjóða eru takmarkaðar. Þetta mjög krefjandi verkefni og spennandi og verður best tekist á við það með þekkingu. Því hefur verið spáð að við þurfum að framleiða jafnmikinn mat á næstu 30 árum og við höfum gert til þessa á síðastliðnum 10.000 árum. Öllum verkefnum fylgja áskoranir og líka tækifæri og það skemmtilegt. Spá mín svo að fólk sem hefur menntun og þekkingu og reynslu í landbúnaði verði mikilvægara og auðsóttara vinnuafl með tímanum. Sá hópur búfræðinga sem verður brautskráður nú í vor öflugur og á framtíðina fyrir sér. Sama hvort að nemendur velja að hefja hefðbundinn búskap, fara í frekara nám, eða feta slóð að framleiða ný og spennandi matvæli, því þar eru ótal mörg tækifæri. Kæru búfræðinga fyrir hönd allra ykkar kennara sem að hafa fylgt ykkur síðastliðin 2 ár, óska ég ykkur innilega til hamingju með þrautseigju ykkar, dugnað og þennan áfanga að bera frá með deginum í dag titilinn búfræðingur. Og þá byrjum við á að kalla nöfn ykkar hérna upp og fyrst það Aníta Ýr Atladóttir. Og þið megið gjarnan klappa fyrir henni. Þá það Árni Ágúst Magnússon. Eiður Smári Árnason. Emil Stefánsson. Gestur Bergmann Gestsson. Helgi Fannar Gestsson. Jóhanna Fredrike Durr. Jón Björn Blöndal. Jón Ingi Haraldsson Vögguson. Jökull Gíslason. Lydia Rós Unnsteinsdóttir.
Nadine Stele. Næst í stafrófsröðinni eru Salbjörg Ragna Sævarsdóttir og Sigurður Anton Pétursson. Þau eru bæði fjarverandi. Gefum þeim gott klapp. En þá er það Sigurður Sölvi Óskarsson. Þá Símon Helgi Rúdín Helgason. Sólveig S. Sæmundsdóttir. Stefán Berg Ragnarsson. Stefnir Snær Ingvarsson. Sunna Skeggjadóttir er einnig fjarverandi en við skulum gefa henni gott klapp. Valgeir Guðjón Egilsson. Og Þór Ævarsson. Þá er komið að því að setja upp húfur, kæru búfræðingar. Við segjum bara 1, 2 og gjörið svo vel. Gaman að sjá hana glæsilega hópa, það er mikil aðsókn í námi, þannig að það er erfitt að ná mynd af öllum hópnum. Það er ekki leiðilegt. En þá komið að því, ef Rósa er búin að taka myndir, að veita verðlaun fyrir árangur í námi. Og við ætlum að byrja á frábærum árangri í hagfræðigreinum. Það eru allar greinarnar sem tengjast hagfræði. Gefandi verðlaunana eru Búnaðarsamtök Vesturlands. En að þessu sinni hlýtur Nadine Stele verðlaunin fyrir frábæran árangur. Við biðjum að stíga fram og taka móti verðlaunum. Þá komið að frábærum árangri í búteknigreinum. Gefandi verðlaunina er Lífland og þessu sinni er það Jón Björn Blöndal. Við vonum gott þetta. Nú næst er það frábær árangur í búfjárræktargreinum. Gefandi verðlaunana eru RML, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins. Það eru 2 stöllur saman með sömu einkunn. Það eru Jóhanna Fredrika Dúr og Nadine Stele. Gjörið þið svo vel. Þá komið að verðlaun fyrir frábæran árangur í námsdöl og það var nú dálítið áhugavert að fara yfir það því það munaði 0,1 á 3 nemendum og ég ætla að bregða út úr á vannum og nefna þessa 3 þó að 1 hafi staðið upp úr. En Sigurður Sölvi og Jóhanna Dúr voru einungis 0,1 frá því að vera á toppnum. En við verðum að veita þann sem hæstur var og þessu sinni var það Nadine Stele. Gefum henni gott hjálp. Og þá er það síðustu verðlaunin og það er einfaldlega fyrir frábæran árangur á búfræði prófi yfir höfuð.
Gefandi þeirra verðlauna eru Bændasamtök Íslands og þessu sinni hlýtur verðlaunin Jóhanna Friederike Dürr. Gefum henni gott klapp. Þá þakka ég kærlega fyrir mig, bið ykkur kæru nemendur að ganga til sætis og óska ykkur aftur innilega til hamingju með árangurinn og daginn. Takk fyrir. Hjartanlega til hamingju, búfræðingar. En þess ber jafnframt að geta að 6 nemendur luku bóklegu og verklegu námi af garðyrkjubrautum, en þau eru Aldís Björk Sigurðardóttir, Eiður Eyþórsson, Davíð Helgason, Eyþór Páll Stefánsson, Hersir Hallsson og Ingibjörg Ásta Guðmundsdóttir. Þau eru ekki með okkur í dag, en endilega gefið þeim gott klapp. Þá vil ég biðja hana Soffíu endilega að stíga á svið á ný og nú ætlar hún Soffía að syngja fyrir okkur lagið Hey Holt. Lag er eftir Soffíu Björgu sjálfa en text er eftir Hallmar Sigurðsson. Ég er alltaf að gera eitthvað svona. Gleyma að stinga gítarnum í samband, svo byrjar það á það. Takk tvö. Mín hugsun oft velur í Hey-Holt í ró og hopar hey þaðan þó þekkist með snjó. Ég veit að þar verður mér ró og veran þar fyllir mig anda og þró. Já, er það ei almesta gæfa hvers manns að mega sig hjúfra í faðminum hans og dveljum stund við dásemd skaparans, við dýrlegan töfrandi náttúrudans. Þó kræklótta birkisins kjarr sé þar lágt og kulið það næði úr sérhverri átt. Ég sættist við allt og sef rótt. Ég sættist við allt og sef rótt. Með vonum hlýjan og vorbjartan dag, í vissu nýjan og bættari hag. Ég hvísla og komdu nú fljótt, kysstu mig höfuð
lífskjær sé það lágt og kulið það næðir úr sérhverri átt. Ég sættist við allt og sem rót. Ég sættist við allt og sem rót. Takk, Sofía. Þá er komið að afhendingu skírteina og verðlauna úr háskólanámi og við byrjum á búvísindum. Sigríður Bjarnadóttir, námsbrautarstjóri búvísindabrautar, gjörðu svo vel að stíga á svið. Ágæta samkoma, nemendur til hamingju með áfangan. Þið hafið sigrast á litlum og stórum sigrum og rutt úr vegi hverskyns hindrunum til að öðlast útskrift hér í dag. Hver hefur farið brautina með sínum hætti en loka markmiðinu er nú náð. Við getum sagt að lífið móti mann á alla kanta og hér er einum kaflanum hjá ykkur lokið. Hann byggir á náminu, ykkar námi sem þið ein eigið og enginn tekur frá ykkur. Námi sem þið vonandi nýtið ykkur í næsta og næstu köflum lífsins, hvað sem þið takið ykkur fyrir hendur. Kæri nemendur, dagurinn er ykkar, njótið. Við mína nemendur, sem eru 10 talsins, 9 sem útskrifast af BS í búvísindum og 1 sem útskrifast BS í hestafræði, við ykkur vil ég segja, takk fyrir uppbyggilegar og ánægjulegar stundir, samverustundir í blíðu og stríðu. Og ég ætla að biðja ykkur nú hér að koma upp eftir því sem ég kalla til eða þyl upp nöfnin ykkar, koma hér fram á sviðið og taka hér við afhendingu skírteinis og stilla ykkur hér upp. Við byrjum á búvísindunum og þar er Guðrún Þórdís Halldórsdóttir. Gunnhildur Gísladóttir. Heidi Laubert Andersen. Við erum með fjarverandi Heru Sól Hafsteinsdóttur en klöppum fyrir henni. Melkorka Ægisdóttir. Oddleifur Eiríksson. Ragnheiður Árnadóttir. Sigurjón Már Kristinsson. Og Stella Dröfn Bjarnadóttir. Ég
bið ykkur hér BS-fólk í búvísindum að standa hér vegna þess að við ætlum að fá hér til liðs við okkar eina nemandan sem er útskrifast hér úr BS-námi í hestafræði. Og það í raun og veru, við getum sagt í núverandi mynd að þá hestafræðibrautin ný hjá okkur og fyrsta inntakan, hún var haustið 2020 og ég vil sérstaklega þakka þeim nemanda sem stígur hér á svið til okkar fyrir sína þrautseigju því að óhjákvæmilega hafa nú verið nokkrir hnökrar þegar að haldið af stað en hún hefur sannarlega tekist á við það og hér stendur hún ein af 12 nemendum sem innritust í þetta nám haustið 2020 og hefur ótrúð farið gegnum súrt og sætt. Gunnhildur Birna Björnsdóttir. Síðan ætlum við hér að veita verðlaun fyrir góðan árangur á BS-prófi. Við erum hér með fyrir búvísindi og það eru verðlaun sem Bændasamtök Íslands gefa. Gunnhildur Gísladóttir. Svo erum við með hér líka fyrir góðan árangur á BS-prófi í hestafræði og það Gunnhildur Birna Björnsdóttir sem sannarlega á það skilið. Þetta dagur Gunnhildana og þær eru sannarlega vel að verðlaununum komnar. Ég býð ykkur nú, mínir nemendur, að ganga til sæta ykkar. Takk fyrir stundina. Hamingju óskir til ykkar og ykkar fólks. Innilega til hamingju öll. Þá langar mig að bjóða Samaneh Sadat Nikaim, deildarforseta og námsbrautarstjóra Landslags Arkitektúrs að koma á svið. Samaneh, the floor is yours. Rektor, nemendur og aðrir gestir. Þessi athöfn markar mikilvægan áfanga í lífi ykkur. Í þessari vegferð funduð þið þekkingu, vináttu, minningar og ástríðu fyrir að skapa fegurð í heiminum með fallegri hönnun. Til hamingju. Megi framtíðin vera björt, full of velgengni og gleði. I hope that I didn't ruin the melody of your beautiful language. I have decided to read a couple of lines in Icelandic just to express my gratitude to Iceland and Icelanders who welcomed me in 2020. And I was with this group of class 2020, who most of them are going to graduate today. So I'm really proud being here, reading your names, and let's welcome our brilliant students on the stage with a warm round of applause. Anna Berta Heimsdóttir. Anna Lalla Flippisdóttir Patay, hún fræðir. Let's give her applause.
Hrannar Frey Guðmundsson. Birgitta Öst Alladóttir. Elva Dögg Svirisdóttir. Helga Guðni Þorgrímsdóttir. Irisanna Steinsdóttir. Jens David Robertsson. Jonna Gudrun Kristinsdóttir. Karitas Ottesen Osmundsdóttir. Christian Andri Johansson. Han är färgvänlig. Margaret Helga Gudmundsdóttir. Margaret Sigurdardóttir. Maria Ólöf Sigurdardóttir. Pétur Gudmundsson. Svanfríður Hallgrímsdóttir. Hon är färgvänlig. Tina Holt Viktorsdóttir. Þorkatla Inga Karlsdóttir.
Þórný Vaka Þorveinsdóttir. So to all of our students who joined us on this stage, we commend you for your hard work, commitment, passion, and dedication. We are immensely proud of you, and I wish you good luck in your career and what will life brings you. So now we call upon the Outstanding Award fyrir góðan árangur í skipulags- og landsleg arkitektafögum, Jóna Guðrún Kristinsdóttir. Fyrir góðan árangur á BS-prófi í landslegsarkitektur, Jóna Guðrún Kristinsdóttir. The awards are Skipulagsfræðingafélag Íslands og Félag Íslenskra landslagsarkitekta. Okay, thank you being with me during these 3 years and congratulations. Takk fyrir. Bestalega til hamingju öll, en well done saman with the Icelandic. Þá vil ég bjóða Fanneyju Gísladóttur, námsbrautarstjóra náttúru- og umhverfisbrautar og Jóhönnu Bergrúnar Ólafsdóttur, námsbrautarstjóra skógfræðibrautar að stíga á svið. Gjörið svo vel. Sælir ágætu gestir. Hér næstir á svið verða nokkri snillíka sem nú bætast í hóp náttúru- og umhverfisfræðinga og það verður nú aldeilis liðstyrkur að fá þau til liðs. Kæru útskriftanemar, nú bara gleði, BS-prófið í Höfn en framtíðin framundan og hún ykkar með öllum sínum breytingum og áskorunum. Og þið getið lagt ykkar á vogaskálarnar til að móta þessa framtíð og ég hveti ykkur bara til að taka þátt og hafa gaman. Og nú ætla ég bara að biðja ykkur að koma hér hvert á fætur öðru að taka við skírteinunum ykkar. Fyrst Ásgerður Elín Magnúsadóttir. Berglind Guðjónsdóttir. Bryndís Guðjónsdóttir. Freyja Ragna Pettersen. Jóhann Gísli Jónsson.
Marino Muggur Þorbjarnason. Sigurður Kristjánsson. Og Sigurgeir Thoroddsen. Og þá eru bara verðlaunin eftir. Nei. Una Lilja Erludóttir. Fyrirgefðu, Una Lilja! Síðast en ekki síst, sko. Þá er allir komnir. 9 manna hópur, þetta er glæsilegt. Herðu, já, þá er það verðlaunin sem er eftir. Verðlaun fyrir góðan árangur í náttúru- og umhverfisfræði fær Sigurður Kristjánsson. Og þá býð ég hana Jóhannu að taka hérna við. Gjörðu svo vel. Takk fyrir Fanney. Bara allt sem hún sagði á það. En góðu gestir, mér er mikill heiður að fá að standa hérna í dag og taka þátt í þessari útskrift og mitt hlutverk er að útskrifa hérðan BS-nemendur í skógfræði og það eru 3 nemendur sem eru að ljúka BS-prófi í skógfræði frá Landbúnaðarháskólanum þetta árið sem gerir skógfræði menntaða aðila frá Landbúnaðarháskólanum orðna 42 talsins frá árinu 2007. Ég ætla ekki að hafa þetta lengri tölu, bara til hamingju með daginn öllsömmul. Þeir 3 nemendur sem eru að ljúka BS-prófi í skógfræði, fyrst ber að nefna Sigurbjörgu Sigurjónsdóttur sem því miður gat ekki verið hérna með okkur í dag. Hallþór Jökull Hákonarsson. Jón Grétar Borgþórsson. Sem er einnig fjarverandi í dag. En ég óska þeim öllum til hamingju með þennan áfanga og vindum okkur í viðurkenningu. Viðurkenningu fyrir góðan árangur fyrir BS-prófi í skógfræði er gefin af Skógræktarfélagi Reykjavíkur og þá viðurkenningu hlýtur Hallþór Jökull Hákonarsson. Þá megið þið ganga niður, gerðu þið svo vel. Innilega til hamingju öllu sömur. Vel gert. Innilega til hamingju. Þá er komið afhendingu viðurkenninga fyrir lokaverkefni og góðan árangur í BS-námi. Verðlaun fyrir frábæran árangur í lokaverkefni á BS-prófi hlýtur Freyja Ragnarsdóttir Petersen. Og þá
það er ekki allt búið enn og þetta er sem sagt fyrir loka verkefni í náttúru og umhverfisfræði og daman fékk 9,7 í einkunn. Nú verðlaun fyrir frábæran árangur af BS-prófi fær Jóna Guðrún Kristinsdóttir fyrir BS-próf í landslagsarkitektúr. Einkunnin er 9,23. Gefum henni gott lag. Þá vil ég bjóða á svið Astrid Lullars, námsbrautarstjóra skipulagsfræði brautar og Hlyn Óskarsson, umsjónarmann framhaldsnáms. Það stíma svið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Svo í ár fyrirgefðu, ég var að, texta á íslensku líka. Í ár útskrifast 3 nemendur í skipulagsfræði. Þær gátu ekki komið í dag, en við óskum þeim til hamingju með námið og meistara ritgerðina. Reyndar hafa þær allir rannsakað málefni sem tengjast sjálfbæru skipulagi, samgöngur, landnotkun í dreifbýli og í græn svæði. Þær heitir Ann Steinbrenner, Sóley Ósk, fyrir Sóley. Sóley Ósk Sigurgeirsdóttir og Jóna Björk Jónsdóttir. Já, góðan dag. Það er alltaf ánægjulegt að standa hér. Sem umsjónarmaður framhaldsnáms þá er ég kannski ekki alveg eins tengdur nemendunum eins og brautarstjórar eða þeirra góðu leiðbeinendur. Ég er meira svona fylgist með fjarlægð, en það er ákaflega gefandi að sjá þessi einstaklinga þroskast og öðlast sjálfstraust á sínu sviði, verða fræðingar í faginu og fræðingar við þurfum. Litlu landi eins og Íslandi þá munar hvern fræðing. Og það er kannski tvennt sem ég hef orðið var við undanfæri sem að undirstrika það að þegar við erum að reyna að finna prófdómara fyrir varnirnar, einhvern sem getur lagt mat á hvernig nemandi stóð sig, þá er hreinlega erfitt að finna því það er ofta á tímum bara kannski einn einstaklingur. Þannig að það er mjög gott að við erum að útskrifa hér meistara og doktorsnema sem eru þá sértækir fræðingar og geta bætast þær í hóp fræðinga á Íslandi sem auka getu okkar sem samfélags til að takast á við þær áskoranir sem fyrir liggja. Hitt er að þið eigi eftir að taka því að flestir eru fjarverandi af þessum meistara- og doktorsnemum og það er einfaldlega vegna þess að þeir eru annaðhvort komnir í framhaldsnám eða hreinlega eru bara út af markaðnum að vinna því það er svo mikið þörf fyrir fræðingana. En þó eru hér 3 ljómandi fínir fulltrúar þessara nemendur. Nema hvað, ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra, ég lesi á fyrst upp, það eru 5 einstaklingar sem útskrifast úr námi sem er tiltölulega nýlegt hjá okkur. Það er meistaranámi í umhverfisbreytingum á norðurslóðum og þetta er sameiginlegt nám með Lundarháskóla í Svíþjóð og Helsinkiháskóla í Finnlandi og reyndar fleiri háskóla sem koma þar að. En það eru eftirfarandi nemendur, Alfredo Escanciano Gómez, Eyrún Gyða Gunnlaugsdóttir,
Guðrún Guðjónsdóttir, Magdalena Sofía María Fólestad og María Rún Þrándardóttir. Og þetta var fyrsti árgangur í þessu námi og við óskuðum innilega til hamingju. Stóðu þessu mjög vel. Nú, síðan það rannsóknarmiðað námið hjá okkur sem breytir eftir hvaða fögum. Það getur verið í búvísindum, umhverfisfræði, skógrækt og ýmsu. En það eru þá eftirfarandi nemendur og fyrst þá kallaði ég upp Anna Guðrún Þórðardóttir. Jóhannes Kristjánsson. Sigurður Max Jónsson. En hann fjarverandi. Já, fyrirgefið, þetta eru allt búvísindi, þessi 3. Síðan það í náttúru- og umhverfisfræði Brynjólfur Brynjólfsson. Hún einnig fjarverandi. Og loks Kristín Sveiney Baldursdóttir í skógfræði. Nú, fyrir frábæran árangur, ég les nú bara upp þá, vilt þú lesa? Já, það til lagi, ok, já, takk. Så núna koma verðlaun fyrir frábær árgangi á MS-prófi í skipulagsfræðum. Það gefandi Skipulagsfræðingafélag Ísland og nemendur Jóna Björk Jónsdóttir sem gáði ekki koma í dag. Já, og þá það verðlaun í MS-prófi í umhverfisbreytingum á norðurslóðum, gefandinn Landbúnaðarháskóli Íslands og fyrir frábæra árangur á því MS-prófi það Eyrún Gyða Gunnlaugsdóttir. Nú, og árangur, og þetta gefandi Landbúnaðarháskóli Íslands, það frábæra árangur á MS-prófi í rannsóknuðu miðuðu meistaranámi, það Jóhannes Kristjánsson. Nú, þessu til viðbótar, þetta sem sagt, það að mér telst og þetta mjög ánægjuleg þróun að fjöldi þeirra sem útskrifast hérna með framhaldsnám, þar að segja annaðhvort meistaragráðu eða doktorspróf eykst stöðugt og í ár það 2 sem hafa lokið doktorsprófi sem nú ekki hverju í ári sem við getum sagt það en báðir aðilarnir eru fjarverandi en það annars vegar Magnús Jörundsson í búvísindum en það sameiginleg gráða með NMBU í Noregi. Nú og hinn aðilinn sem lauk varði í nóvember sumtjöld með Sanniemeg í náttúru- og umhverfisfræði. Já, bara óska nemendurum innilega til hamingju. Hjartanlega til hamingju. Þá ætlar hún Sofía Björk enn að gleðja okkur með söng og að þessu sinni ætlar hún að syngja lagið Grateful, lag og texti eftir hana sjálfa.
réttast að kveðja ykkur á laginu þakklæti. Ég ekki þakklátt fyrir að hafa náð prófunum. Break the silence with the white sunset. Just hold them so close to your heart. For tomorrow we could all be apart. Swim around in a pool of tears, or take my time to face those fears. Countless days turn to years, to be grateful for all the good things that I have. Break the silence with a white sunset. Just hold them so close to your heart. For tomorrow we could all be apart. I power through on my fists, blood dripping down my wrist. Think of the things that I missed. Wish I had kissed, wish I had wished. To be grateful for all the good things that I have. Break the silence with a white sunset. Just hold them so close to your heart. For tomorrow we could all be apart. Takk fyrir. Til hamingju með daginn. Kæra þakkir, Soffía. Þá komið að styrkveitingum og langar mig að bjóða í pontu Geirlaugu Þorvaldsdóttur, fulltrúa stofnenda Framfarasjóðs Ingibjargar Guðmundsdóttur og Þorvaldar Guðmundssonar. Gjörðu svo vel, Geirlaug. Komið öll, bless og sæl. Ég þakka fyrir að bjóða mér að vera viðstödd þessa útskriftir í dag. Og ég ætla að segja ykkur öll nemendur og aðstandendur innilega til hamingju.
Já, þetta afhending, styrkafhending úr sjóði sem heitir Velferðarsjóður og heitir í höfuð á síld og fisk og stofnendur þessar sjóðs voru eigendur fyrirtækisins Ingibjörg Guðmundsdóttir og Þorvaldur Guðmundsson sem oftast var kenndur við síld og fisk. Hann var stofnaður upphaflega til þess að styrkja starfsmenn fyrirtækisins til símenntunar eða endurmenntunar. Og síðan, nokkrum árum seinna, síld og fiskur seldur en sjóðurinn fylgdi ekki með. Nú kom það í hlut okkar systkina að ráðstafa þessum pening, það var ekki arður, ráðstafa þessum pening út í þjóðfélagið. Í mínum huga kom aldrei neitt annað til greina en að sjóðurinn rynni hingað til Landbúnaðarháskóla Íslands. Þegar ég var að gera eða ganga frá pappírum tengdum þessum sjóði, þá sá lögfræðingur það og það var mjög gaman að segja frá því að þegar hann hitti mig svo, þá sagði hann helst langar mig til að hætta lögfræðistörfum og skrá mig sem nemanda í Landbúnaðarháskóla Íslands. Hann var svo hrifinn, sem ég skil vel, þegar hann sá heimasíðuna og sá allt þetta fína og flotta námsframboð. Og ég vissum að síðan þá hefur það aukist og allavega nemandafjöldin hefur aukist talsvert síðan. En ég ætla ekki að hafa það lengra. Heldur alltaf ég að afhenda styrkinn sem rosalega gaman. Það Ástrós Ýr Eggertsdóttir. Komdu sæl, Ástrós. Ég hef lesið heilmikið þig og það gaman og stórkostlegt og mér finnst það bara heiður fyrir sjóðinn að þú fáir styrk úr honum. Ég ætla að óska þér allrar velfarnaðar í lífinu, óska þér víðsýni líka og afhendir hér með styrkinn. Mynd og svo ég fá að lesa eins og Já, mynd. Áður en ég sleppi þessum dömum hér, þá langar mig aðeins til að lesa upp Ástrós Ýr Eggertsdóttur. Ástrós lauk búfræðiprófi frá Landbúnaðarháskóla Íslands árið 2021 og sé 60 einingum í BS-námi í búvísindum. Hún nú komin vel á veg í meistaranámi sínu og hefur jafnframt unnið samhliða sem starfsmaður og sauðfjárbúi Landbúnaðarháskóla Íslands á hesti frá því vorið 2020. Meistaraverkefni Ástrósar ber heitið Greining á DNA tengslum arfgerðar og svipgerðar í íslensku sauðfé með áherslu á vöðvavöxt og hegðunarmynstur forystufjár. Markmið verkefnisins tvíþætt, annars vegar að finna arfgerðir gena sem tjá fyrir auknum vöðvavexti og hins vegar að finna hvaða gen það eru sem veita forystufé þeirra sérstöku eiginleika. Notagildi verkefnisins felst til dæmis í því að geta betur metið möguleika hrúta á því að gefa frá sér vöðvamikil lömb, sérstaklega hrúta sem fara inn á sæðingarstöðvarnar. Notagildi hinnar hliðarinnar að öðlast meiri þekkingu á hvað það sem gefur íslenska forystufénu sína sérstöku eiginleika. Ég vona að þetta hafi verið nokkurn veginn til hamingju.
Hjartanlega til hamingju, Ástrós. Þá vil ég bjóða í pontu formann stjórnar Blikastaðasjóðs, sem engin önnur en Ragnheiður Þórarinsdóttir. Hún ætlar að veita styrkinn. Ragnheiður, gjörðu svo vel. Áður en ég sný mér að Blikastaðasjóðnum þá langar mig líka til þess að þakka Geirlaugu Þorvaldsdóttur alveg sérstaklega vel fyrir og þann stuðning sem skólinn fær í gegnum þessa sjóði sem hafa verið stofnaðir er gífurlegur og mjög ánægjulegt að við getum stutt við nemendur okkar í framhaldsnámi með þessum hætti. Hinn sjóðurinn sem veitir hér viðurkenningu í dag er Blikastaðasjóðurinn sem var stofnaður árið 1999 af Sigsteini Pálssyni, fyrrverandi bónda á Blikastöðum og fjölskyldu hans til minningar Helgu Jónínu Magnúsdóttur, fyrrverandi húsfrú á Blikastöðum og hjónin Þ. Magnús Þorláksson og Kristínu Jósafatsdóttur, fyrri ábúendur á Blikastöðum. Hlutverk sjóðsins er að styrkja nemendur sem lokið hafa háskólanámi frá Landbúnaðarháskólanum til framhaldsnáms erlendis eða til rannsókna í landbúnaðarvísindum eftir því sem stjórn sjóðsins ákveður. Einnig er heimilt að verðlauna nemendur Landbúnaðarháskólans fyrir framúrskarandi árangur á burtfaraprófi. Í stjórn Blikastaðasjóðs sitja með mér Magnús Sigsteinsson fyrir hönd stofnenda sem biður fyrir góðum kveðjum en hann gat því miður ekki verið með okkur í dag og Jóhannes Sveinbjörnsson, dósent við deild ræktunar og fæðu. Í ár þá er það Harpa Ósk Jóhannesdóttir, doktorsnemi, sem hlýtur styrk úr Blikastaðasjóðnum. Ég ætla að biðja að koma hingað, Harpa. Til hamingju með þetta, Harpa, en ég ætla aðeins að fá að lesa stutt verkefni hennar. En Harpa er dýralæknir að mennt og hefur verið stundakennari við Landbúnaðarháskóla Íslands frá árinu 2018. Árið 2021 hóf hún síðan doktorsnámi sitt við skólann. Doktorsverkefnið ber heitið Kálfadauði hjá fyrsta kálskvíum. Meginmarkmið verkefnisins er að kanna áhættuþætti kálfadauða hjá fyrsta kálskvíum með annars kálskýr til viðmiðunar, en kálfadauði hjá fyrsta kálskvíum er óútskýrt og viðvarandi vandamál í íslenskri nautgriparækt. Rannsóknin fer fram á Hvanneyrarbúinu þar sem fylgst er náið með hverjum burði og haldin það nákvæm skráning. Eins eru tekin blóðsýni úr kvíum og annars kálskúm síðasta mánuðinn fyrir burð til greiningar á meðgönguhormónum sem getur gefið vísbendingu gang meðgöngunnar fyrr en ella. Hjartsláttur fóstursins er einnig mældur með sónarskoðun kvið móðurinnar til þess að tímasetja hvenær fóstrið deyr. Slíkt hefur ekki verið gert hérlendis fyrr. Komi dauður kálfur er möguleg dánarorsök rannsöku með krufningu á keldum. Að auki hefur verkefnið það markmið að kanna hver þróunin hefur verið síðastliðin 15 ár á þeim búum sem tóku þátt í rannsóknarverkefninu orsakir kálfadauða hjá fyrsta kálskvíum á árunum 2006-2008. Innilega til hamingju. Hjartanlega til hamingju, Harpa. Jæja, þá er komið að lokum þessara athafnar og við minnum á myndatöku hér fyrir utan, núna strax að lokinni athöfn og svo er ykkur öllum boðið á Hvanneyri í kaffi og menni. Fyrir hönd starfsmanna þá óskum við nemendum innilega til hamingju enn og aftur og þökkum samstarfið og óskum ykkur velfarnar í framtíðinni. Gleðilegt sumar öll!
til að gráta, enginn ræður för, hugur leita hljóður á nátta, hlóu orð á vör, og laugsins græna og garðsins hjá, og gleði þitt í blænum, þá voru hjörtum heit og ör, og hamingju okkar bænum. Til að ráta, á þeim verða skil, margar þrautin þungra nátta, að þjást og finna til, og bíða þess að birta á ný, og bleikur morgun rísir, nú strýkur blærinn stafn og þig, stynjandi garðsins hrísir. Hjálpaðu mér upp, ég geta ekki sjálfur, ég orðinn leiður á að liggja hér. Gerum eitthvað gott, gerum það saman, ég skal láta fara lítið fyrir